Hér eru mæliniðurstöðurnar og af fyrri rásinni. Það hérna. Við mælum hérna 50 ljós, spenna yfir RB, það er hérna yfir með hér. Spenna milli krónþreifintes, það er hér á milli. Og spenna yfir peru, það er bara hér yfir peruna. Og svo lesum við strauminn af spennugjafanum hérna. Hér er amper mæli í spennugjafanum og lesum strauminn hérna af honum. Og svo aukum við ljósið upp í 90, hér á honum eins. Aðra spennur og öðnugildi. Það græna hérna, það reikna ég strauminn í base og mögnununa og aflið við 50% þessar línu hér. Og svo þurfum við bara að gera alveg eins við línuna hérna. Strauminn í base, þið munið flýtingin, U, I sinnum R hérna. Við ætlum að finna I, hendin yfir I, þið deilið viðnam upp í spennu hérna. Þið deilið RB-inu hérna sem er hjá okkur hafa 47 ohm. Deilt upp í spennuna, hún er því miður 0,0 og svipað sko sama tölugildi og deilið þessu bara uppi og fáðu út 0,001 ampere eða 1 milliampere. Og svo er það mögnunin í honum, það er að segja 1 milliampere hér, hvað er það mörg milliampere hér? Það er 140 milliampere, þannig að það magnar 140 sinnum. Deilið bara milliampere inn í base-num sem er 1 milliampere, upp í milliampere hér niður og fá út mögnunina, hún er 140. Og síðan þurfum við að finna aflið sem hvað hittnar það mikið, hvað mörg watt. Það er spennan hér yfir, UCE, hérna, hún er 4,7 volt hérna. Sinnum straumurinn í gegnum hann sem að sé bara úr spenningjáðan, sem er það straumur hér. Þannig að það er bara 4,7 volt, sinnum 0,14 ampere, 0,65 watt sem eyðast í honum, sem hitti. Svo gerir ég bara eins fyrir línuna hérna 90.